Í þessu myndbandi lærirðu að framkvæma endurlífgun eftir hjartastopp hjá fullorðnum. Ef einstaklingur missir meðvitund og svarar ekki áreiti, hringdu í neyðarlínuna 112. Veltu viðkomandi á bakið. Kannaðu hvort einstaklingurinn andar eðlilega með því að leggja aðra höndina á ennið og fingurgóma hinnar handarinnar undir hökuna. Hallaðu höfðinu varlega aftur og lyftu hökunni til að opna öndunarveginn. Ef þú sérð brjóstkassan ekki rísa á hníga og finnur eða heyrir ekki eðlilegan andardrátt, andar einstaklingurinn ekki eðlilega. Hringdu í neyðarlínuna 112. Ef hjartastuðtæki er nærri, farðu og náðu í það. Ef það er einhver annar á staðnum, biðdu viðkomandi að sækja hjartastuðtæki. Á meðan þú bíður eftir tækinu eða ef ekkert hjartastuðtæki er tiltækt, skaltu hefja endurlífgun. Framkvæmdu eftirfarandi. Legðu þykk hönd annarar handar á miðjan brjóstkassan. Legðu þykk hönd hinnar handarinnar ofan á þá fyrri og læstu fingrunum saman. Gættu þess að axlirnar séu beint yfir hnoðstaðnum og handleggirnir beinir. Þrýstu brjóstkassanum 5 til 6 cm niður með báðum handleggjum. Reyndu að hnoða stöðugt 2 sinnum á sekúndu. Haltu áfram að hnoða 30 sinnum á brjóstkassan og blása 2 sinnum til skiptis. Ef þú getur ekki eða vilt ekki blása, skaltu eingöngu beita hjartanhnoði. Ef þú blæst í einstaklinginn, ekki gleyma að halla höfðinu aftur og opna vel öndunarveginn. Fylgstu vel með því að brjóstkassin lyftist. Haltu endurlífguninni áfram þar til einstaklingurinn fer að anda eðlilega eða þar til sérhæft björgunarfólk eða hjartastuðtæki kemur á staðinn. Fyrstu mínúturnar eftir hjartastopp getur verið að einstaklingurinn andi grunnt og slitrótt. Þetta eru ósjálfráðar hreyfingar og ekki má rugla þeim saman við eðlilega öndun.